Góðan daginn gott fólk, Heiðar Parkett, Slípun Íslands. Heyrðu, hérna ég mættur í enn eitt verkefni á Ísafirði. En mér langar aðeins með þessu vídeo, bara aðeins að fræða ykkur hvað ég að gera. Okkur ég að slípa upp þessi parkett og hver kostur við það og það eitthvað betra en að vera að henda þessu bara út. Þannig ég ætla aðeins að fara gegnum það með ykkur. Bara að svo oft, fólk svo oft að spyrja að þessu og hvort það borgið sig að vera að rífa þetta, neða halda þessu. Hvort það borgið sig ekki bara hreinlega að henda þessu út og fá sér harðparkett. En ég ætla aðeins að lýsa hvað ég að gera og hvernig ég get breytt þessu og hvernig ég get gert þetta miklu útgerðara og betra fyrir ykkur. Sjáu ég hérna gólfið, séum með. Sko, þetta klassist svona eigarparkett. Mjög algengt að þetta sé á íbúðum landsmanna, híbýlum landsmanna. Og þið sjá hvað þetta hefur gulnað. Og orðið skemmt, sjáu þið. Þetta hræðir oft fólk. En ég lagaði þetta, ég næði þessu öll í burtu og ástæðan fyrir þessu einfallega svo að hérna lakkhúðin bara farin og það setjast óhreinindin ofan í viðinn. Þá kemur þetta rekaviðs lúk eins og ég kalla það. Þá verður þetta svona svart. Það ekkert annað, það ekkert þessi ónýtt, heldur bara lakkhúðin farin. Þið sjáu líka eins og hérna, þetta inn í eldhúsi og þetta alveg klassist, þetta vatnssvæði sko. Hérna ertu að opna uppþvottavélina og þú ert að vaska upp og eitthvað sko. Og brasa. Þið sjáu hvað hefur gliðnað hérna. Og hérna hefur þetta gliðnað og þá einmitt af því að gliðna þá kemur svona að setjast óhreinindin hérna á milli. En það sem ég geri, sem ótrúlegt, ég slípa þetta upp, ég næ orginalitnum upp með þessa, gera þetta miklu fallegra og það sem ég að gera, ég að nota öflugri lökk heldur koma frá framleiðanda þegar þetta var keypt nýtt. Lakki sem ég nota, þessi polyúrethane, þau eru miklu sterkari. Þannig þegar ég búinn að slípa, þá lakka ég þetta í heild sinni og þá í raun og veru innsigla ég gólfið. Þá loka ég þessu öllu hérna með öflugra lakki sem að þolir bara, já, allt það sem í gangi hérna í eldhúsinu hjá okkur. Það má missa rauðvínstár og pasta og fleira í gólfið. Og það það sem ég í raun og veru að gera. Þannig ég slípa þetta upp og set öflugri húð á þetta, gerir náttúrulega parkettið miklu fallegra. Fyrir að fyrsta, tek hann gula liti burtu, laga allt svona, tek gula litin í burtu og ger þetta miklu fallegra. Ég nota ákveðið lakk sem ég kalla töfralakki mitt til þess að gera þetta einstaklega fallegt. Ég skal bara sýna ykkur það eftir, ég búinn að þessu, hvernig ég breyti þessu gjörsamlega. En það málið, það þess vegna sem að ég segja að vera ofta að henda út svona efni, þetta bara fínasta parkett, viðarparkett og fá sér harðparkett í staðinn, það finnst mér algjör vitleysa. Af því já, ekki að fáið bara það gott harðparkett, en oft bara viðurinn hlýlegri og fallegri. Og hægt að slípa þetta og breyta lit. Ég get sett svona brúnan á þetta ef að fólk vill það. Ég get sett svona gráan á þetta ef að fólk vill það. Ég get í raun og veru gert hvað sem ef að því að skipta. Það getur ekki með harðparketti. En ég ætla að sýna ykkur það bara eftir hvernig ég breyti svo og laga þetta og allt saman gerir þetta fallegt. En smá fróðuleikur parkettslípun. Þið sjáu það eftir. Jæja gott fólk, þá ég búinn að þessu öllu saman. Þá ég búinn að slípa hérna upp og lýsa og lita og bara alls konar. Herðu, ég ætla að sýna ykkur hvernig gólfið lítur út núna, hvort það sé ekki bara allt annað og sýna ykkur og fara aðeins yfir þetta skemmdirnaðarmunið og allt það. Sjáu þið núna. Svona lítur gólfið út. Sjáu hvað orðið fallegt. Svona ég búinn að lýsa þetta upp. Munið hérna eftir inn í eldhúsi. Sjáu þið. Það sem var svart, það horfið og munið hvað þetta var gleitt líka. Það hefði gliðnað. Nú ég búinn að fylla í þetta allt saman, ég búinn að loka þessu og þess að segja, lýsa upp parkettið og ég nota ákveðið lakk á þetta sem að gerir það að verkum að
þetta er svona ljóst og fallegt og þolir allt þetta vatnssvæði sem í gangi hérna í eldhúsinu. Þannig að sjáu hvað ég er búinn að breyta parkettinu svakalega. Ég er búinn að lýsa það upp og gera þessa íbúð bara miklu fallegri. Sjáu hvað þetta er flott núna. Sjáu hvað þetta kemur flott út. Með svona ljósu parketti og dökkri innréttingu. Og hérna muniði hvernig þetta var. Sjáu hvað ég er búinn að lýsa þetta. Gera þetta fallegt. Þetta tónar miklu betur núna við hérna bara allt saman. Við hérna þennan skeng og það sem í gangi. En ef ég myndi rýna aðeins svona í parketti, sjáu hvað þetta er orðið, sjáu eins og hérna, dökkur, hérna er ljós, þetta er komið allt núna í ljós, sjáu lífið sem í parkettinu. Og í staði fyrir hvernig það var ekkert líf í þessu, nú er þetta miklu fallegra þegar maður horfir hérna yfir íbúðina. Þá lifnar gólfið við og þetta er svona eins og listaverk, maður er farin að sjá detailsin betur en maður slettir. En þetta er eins og ég segi, með parkettslípun þá bara geri ég þetta eins og nýtt. Ég er bara að gera þetta eins og nýtt, það er bara einfaldlega svoleiðis. Svo getur ljóst og fallegt. Ég fer hún í viðinn, slípa upp, tek allir burtu, alla skemmdir og rispur og svörtu blettin og allt þetta. Og svo setji öfluga húða á þetta þannig að þetta verði til fyrirmyndar. Og það er sólavörn í þessu lakki, þannig að það gulnar ekki. Takið eftir því, þetta mun ekki gulna. Svona verður þetta næstu árin. Hversu flott er það? Það er ýmislegt hægt með parkettslípun, þið sjáu það.